Verið velkomin í þáttinn Hinn Reykjavík. Ég heiti Sanna Magdalena Mörtudóttir og hjá mér í dag hún Tinna Ævarsdóttir. Við ætlum að ræða svona, lág laun, áhrif þess á lífið, hvernig gengur að leigja, hvernig gengur að borga reikninga og bara svona afleiðingar almennt sem að það hefur. Ég hef svona komist að því að það er bara best að biðja fólk að kynna sig sjálf, þannig að ef þú ert til í að segja mér aðeins bara frá þér. Já, ég er 42 ára og ég á eina 12 ára dóttur. Ég vinn í leikskóla, ég er búin að vinna í leikskóla síðan 2006. Ég er mikil baráttukona fyrir réttindum okkar sem að höfum ekki bara í okkur og á okkur. Þannig að hvernig myndirðu segja svona hefðbundur mánuður sé, hvernig eru launin vinnandi á leikskóla? Er þetta peningur sem að dugir út mánuðin eða hvernig hefur þetta verið svona undanfarna mánuði og ár það er? Góður brandari. Nei, ég var að segja, ég hef 220.000 frá leikskólanum, svo náttúrulega 50% örorku, fæ 40.000 frá Tryggingastofnun að því ég er svo rosalega hálaunuð. Og leigubæturnar, eins og ég segja, er alltaf að minnka því að ég er svo hálaunuð og ég fæ 1.500 kall í sérstakar húsaleigubætur. Og þegar ég er búin að borga leigu 180.000 og reikninga og svona, þá á ég kannski svona af þessum pening svona 5-10.000. Og svo fæ ég smáttur frá lífeyrissjóðnum mínum og það er í rauninni framfærsla mín og það sem ég nota til að lifa og það dugir svona, meðaltal til 15. Og eftir 15. þá er ég bara upp á náð og miskun vina minna komin og ég er enda ótrúlega heppin og miklu heppnari margir því að ég er með ótrúlega gott stuðningsnet í kringum mig hvað varðar peninga og ég fæ hjálp frá vinum mínu þegar ég er alveg í sárri neyð en það er náttúrulega lán og ég þarf að borga það tilbaka sjálfsögðu sem ég geri alltaf. En þá ertu komin líka í innan vítahring. En hvað á ég að gera? Ég veit ekki, og veistu það, ég var alveg íhugað að fara og selja mig. Bara, að því að í alvörunni, að því að maður er bara, og ég hugsa bara, ég er með dóttur mína aðra okkur á viku, hina vikuna þá get ég fara og selt mig. Eða fara að selja dóp eða eitthvað. Og þessar aðstæður ýta fólki alveg út af brúnina og ég er bara svo heppin að vera með stuðningsnet og svona ákveðin persónuleiki. Það er fullt af fólki sem bara, það hefur þetta ekki, það hefur engan og ég meina þessar örorkubætur eftir 100% örorku, þetta er bara ég held að þetta sé búið allir lífurinn, 270.000 á mánuði. Ógeðslega lágt. Ég meina þetta er bara, ég skil ekki, hvar, og ég er ekki eitthvað sérstaklega pólitísk manneskja. Ég nenni ekkert sérstaklega mikið að fylgjast með pólitík að því mér finnst þetta fólkarnir á Alþingi bara ekki að vera að vinna fyrir okkur. Ekki vera að vinna fyrir þessum himinháu launum sem við erum að borga þeim og maður bara og auðvitað þetta bara skapar, ég meina ég er búin að búa við þessi aðstæður ég hef aldrei upplifað það að eiga pening út mánuðinn nema einu sinni þegar ég var skiptinemi, ég var LHÍ fór til Hollands, 2002 og það er langt síðan en þá og þá er ég með 90.000 í námslán á mánuði sem bara, en náttúrulega aðeins aðri tímar en þessi námslán hafa alltaf verið bara eitthvað grín og þá
90.000 mánuði, bjó í miðri Amsterdam. Það var í fyrsta skipti á ævinni sem ég átti peninga út mánuðinn. Og þú veist, ég gat verslað í búð sem svona sama kaliber og Hagkaup en ódýrar en Bónus, skilurðu. Og ég lifði eins og kóngur. Ég gat keypt með flík í hverju mánuði og svo kemur maður hingað og ég meina maturinn hérna. Hvað? Ég skil ekki. Hvernig þetta megi. Bara, þú veist, maður bara skilur þetta ekki. Það var að rifjast upp fyrir mér sko þegar voru að tala að fá einmitt lán hjá vinum og ættingjum og það var að rifjast upp bara þegar að við mæðgur vorum við eldhúsborðið hjá ömmu og hún var að biðja lán og mamma mín vann sem sagt á leikskóla og þá bara segi ég eitthvað svona og að velta þessu fyrir mér bara sem lítil stelpa og spyr eitthvað svona væri dæmið einfaldar ef ég væri ekki inn í myndinni og mér fannst þetta bara mjög lógist og ég var bara að velta þessu fyrir mér en þeim brá eitthvað svona held ég svaka ég hafi verið að segja þetta svona eins og ég var að hugsa eitthvað svona já ætti ég kannski bara eitthvað að hverfa eða eitthvað en ég var alls ekkert að hugsa þetta þannig ég var þarna bara eitthvað vildi bara að spyrja og fá svar bara já væri ekki dæmið auðveldar að ég var ekki inn í myndinni það er alveg dýrt að kaupa mat þú veist, fyrir mig og mömmu mína en þú veist við vorum ekkert eitthvað alltaf að borða en já. Hugsi svona. Þú veist, að barn sé sett í þessar aðstæður að þurfa að hugsa þetta í alvöru. Þetta er bara ágæðslegt hérna. Og þú veist, og ég er með geðsjúkdóm og búin að vera með meira og minna alla ævina og þú veist, og það er náttúrulega bara efni annan þátt svona sem við verðum að taka. Og ég sigla henni strand, þú veist, janúar 2017 og fór þá á sjúkradagpeninga og eitthvað svona. En ég hugsaði að stór partur af mínum veikindum er þessi streita og þessi kvíði að vita aldrei hvernig verður næsti mánuður og að eiga börn. Það vita það allir að sem eiga að það er langt frá að vera ókeypis og svo segir maður já, maður vill gera eitthvað fyrir barnið sitt og eins og til dæmis hann langaði í Ölver í sumar vinkonuna að fara í Ölver og æði og þú veist og ég og pappina bara vildum náttúrulega gera allt til að leyfa henni að fara þangað vikan í Ölver kostar 65.000 Þetta sumarbústaðir? Já, sumarbúðir. Sumbúðir, já, ok. Og það kostar 65.000 vikan fyrir börn. Ég skil ekki. Þú veist, Hvað er það að gera þarna? Þetta hlýtur að vera svaka dagskrá. Örugglega, þú veist, að mala gulli eða þú veist, grafa fyrir olíu eða eitthvað, ég veit það ekki. En þú veist, maður er að leika sér bara eitthvað. Þú veist, börn borða ekki fyrir 65.000 á viku. Ég veit ekki og þú veist og við gátum ekki við þurftum bara að segja við hana nei við eigum ekki peninga til að leyfa þær að fara í sumarbúðirnar og svo kemur fólk sko að maður er að tala um svona frístund og svona það er nú frístundastyrkurinn hann er 50.000 það er eitt námskeið þú veist það er ekkert þú bara já og eins og, já, ég voru að segja þetta með að vera einn hérna, að vera svona einhleipur, að versla í mati fyrir eina manneski ekki hægt. Það bara ekki hægt. Og þú veist, mér langaði hummus daginn, en ég fór og keypti með dolla hummus, ég að borða hummus í viku. Þetta var bara, ég vildi ekki henda þessu, ég var búin að kaupa þetta. Og svona þetta. Þú veist, maður bara oststykki, ég þarf að éta ost það í viku. Og þú veist, þetta er bara, minnst þetta, og kostnaður náttúrulega mat fyrir börn og föt, það þarf að fata börn upp á nokkra mánaða fresti. Og stuðningurinn við okkur í þeirri stöðu er bara engin. Og þegar Bjarni
Bjarni Ben kemur með þetta, já við erum nú búin að hækka barnabæturnar. Hvað? 5.000 kall? Í alvöru? Þú veist, þetta bara, já, maður skilur þetta og þú veist, og ég líka bara taka fram að ég geri ekkert. Ég fer ekki í bíó, ég fer ekki út að borða nefnum þessi boðið út að borða. Þú veist, ég eyði ekki, ég klippi hára á mig sjálf, þú veist, versl í Rauða krossinum og maður bara reyna, en samt dugar það ekki. Og af hverju á ég að sætta mig við þetta? Og ég meina, og ég var að labba á Laugaveginu að búðar sem búin að vera í mörg ár. Alltaf verið fyrir eitthvað dýr, sko, ég ætla ekkert, vil ekki lenda í vandræðum, ætla ekki að segja hvaða búð það er. En þar við erum út í glugga og ég svona var að skoða verðið og það voru skór á 98.000. 98.000? Hæ? 98.000? Já. Ok, já. Skópar. Og buxur á 63.000. Vá. Ég var bara, þú veist, ég að lesa vitlaust? Hvað? Já, og það sem Sanna, vita, að það fólk sem kaupir í þessari búð. Það fólk sem hefur efni á að kaupa sér 63.000 króna gallabuxur. Og þú veist, og á sama tíma, og það að gerast, það fólk að standa í röð, að bíða eftir mat til að geta gefið börnunum sínum að borða. Og ég skil ekki allt þetta fólk sem á svona mikinn pening hérna, hvernig það hefur samvisku í að, og þú veist, bara horfa ekki á, að sjá ekki hvað í gangi hérna. Og þú veist, og bara, já, og eins og, já, ég var að segja, þú veist, með launin, þú veist, hjá alþingismönnum og bara, já, þú veist, akkur eru þau á svona ógeðslega háa launum? Þú veist, ég get ekki skilið og ég veit alveg, þú veist, ég örugglega barnalega að mörgu leyti varðandi pólitík, en þetta bara svo einfalt í mínum huga. Það til nóga peningum hérna. Og ég meina hlutfallið heimilislausum hérna fáránlega hátt. Og bara að þetta fólk hérna á Alþingi sem labbar örugglega oft í gegnum á Lækjartorginu geti horft upp á þetta ógeðslegt og ekkert minna. Og já, og svo, þú veist, ég hef alltaf farið á hausti, ekkert alltaf nokkur ár, farið í Tíkar og keypt vettlinga og húfur og farið með niður í bæ til að láta þetta fólk fá. Af því það enginn að hugsa þau. Og auðvitað þetta fólk bara, það á botninum í lífinu. Og í alvöru, mér finnst með ólíkindum, það sérstaklega einn, sko, ég þekki ekki neitt, ég veit ekki hvað hann heitir eða neitt, en hann búinn að svona meira og minna bara alla mína ævi, hef ég séð þennan mann, og hann búinn að vera heimilislaus allan tímann. Og þau fá gistingu þarna í gistiskýli, en þú veist, svo ertu rekin þaðan út á morgnana. Og bara, akkur ekki eitthvað gert fyrir þetta fólk? Og einhvern veginn, maður nærir sig ekki, og bara þetta, þú veist, með ellilífeyrinn, þú veist, 270.000 á mánuði. Og fólkið sem hefur tekið þátt í að byggja upp landið okkar. Þetta eru þakkirnar sem það fær. Það þurfa að borða bara hundamat og eigi ekki í sig og á sig. Þetta ógeðslegt. Þetta bara, já. Heldur að myndi breytast ef að stjórnmálafólk myndi þurfa að lifa á 300.000 krónum og gæti ekki komist til tannlæknis og gæti ekki borðað almennilega eftir 18. eða 15. hvers mánaðar og svona þyrfti að neita sér læknaþjónustu og lyf og svona bíða með að kaupa lyfin og hugsa með sér að fara nú einhver hérna
þú veist, af því að náttúrulega aldrei sniðt að hætta skyndilega á lyfjum, en svo getur maður ekki alltaf leyst lyfin út og þá fer einhver koppstað í heilanum og alls konar svona sem að getur ég skil bara ekki, þú veist, þetta er mikið sem maður skilur ekki, akkur þetta ekki gert? Akkur prófa þau ekki að setja sig í okkar spor? Og þú veist, þá gætu til dæmis gefið þennan mismun í góðgerðarmál eða hjálpað öðru fólki. En þú veist, þetta er ekki hug, af því að þau þurfa bara að hugsa raskat á sjálfum sér. Og þú veist, þau ekki, manni finnst einhvern veginn ekki alltaf hagur fólksins vera hafður þarna á Alþingi. Og til dæmis að fjármálaráðherra sé maður sem fæddist með silfurskeið í munninum og kann ekki að aura sér tal, fjármálaráðherra. Hann hefur enga innsýn. Og mér reyndar, heitir hún ekki Drífa Sæla? Nei, hvað heitir hún? Já, forseti ASÍ. Já. Og þú veist, sko, hún líka í mjög hrifin af henni og hvernig hún hefur talað og hún þekkir að vera öryrki og þetta. Og þetta svona, já, það byrja einasta manneskjan, ég man það ekki. Ertu að tala Inga? Inga. Flokki fólksins. Já, sorry, ég alveg léleg með nöfn. En já. Já, það ýmislegt í gangi, en maður spyrja, hvað myndi breytast hjá þér ef að þú væri með tekjur alþingismanna? Ef þú væri með 1.000.000 núna, hvað svona, eitthvað sem þú hefur verið að bíða með að gera, sem þú myndi bara núna ráðast í, eða það svo margt að maður, eða kannski bara kvíðavaldandi stundum að fá peninga, því þá hugsa maður ætli að borga þessa reikninga eða ætli ég bara að kaupa hellinga mat eða nú verð ég að nota peningin og vera bara mjög vitur og þannig að maður fer líka stundum í svona stress, sko. Já, algjörlega. Þú veist, ég myndi fyrst og fremst náttúrulega nota alltaf að borga skuldir. En ég veit það ekki, ég vona að ég sé þannig manneskja og ég vil trúa því að ég myndi hjálpa fólki ef ég ætti svona mikinn pening. Og ég meina, já, eins og þú veist, ég 50% inn í leikskóla og öryrki. En ég sem sagt safna dósum náttúrulega eins og flestir. Og ég byrja að gefa dósirna mínar til konu sem 100% öryrki og á ekki neitt, hún á ekkert. Og mér fannst bara að því að ég hef það góðan stuðning frá fólki í kringum mig að ég hugsaði bara, þú veist, auðvitað ég vill einhver annan njóti góðs af þessu af því það fólk sem verra statt en ég, miklu verra statt og mér langar að hjálpa þessu fólki svo ótrúlega mikið, sko. Þannig að, já, og ég minna eins og jólin, þú veist, já, við fengum í vinnun eitthvað svona lambalæri og hamborgarhrygg og meðlæti og eitthvað svona. Og þú veist, dóttir mín var með pappa sinni jólin, þannig að ég var bara að fara ein, borða með pappa og eitthvað þannig. Þannig að ég ákvað bara að gefa þetta og gefa fólki sem á ekkert og að finna, sko, þakklætið en líka sorgina. Að þurfa að vera í þessar niðurlægjandi stöðu. Maður skilur þetta ekki. En mér finnst að við öll eigum að ef við mögulega getum að reyna að hjálpa öðru fólki, hvernig sem við gerum það. Það vel gert hjá þér. Ég held líka einmitt, sko, að fólk sem að þekkir skort líklegra til þess að vilja hjálpa öðrum í þeirri stöðu og ég held líka ofta ef maður þekkir fátækt að eigin skinni að þá maður svo líklega til að vera eitthvað svona var þetta nokkuð það hræðilegt, þetta nokkuð það hræðilegt út af því það alveg fólk sem hefur að verra en ég þannig að þú veist, eins og mín reynsla hefur aldrei verið svona stundum að ég alveg að hugsa tilbaka og bara eitthvað svona þetta, þú veist, var þetta nokkuð eitthvað svona slæmt, þetta ekki, þú veist þetta var örugglega ekkert eitthvað svona svaka en svo byrja maður að bera stöður sína saman við alls konar svona skilgreiningar
þú veist, sárafátækt og þá getur maður tikkað í bara eitthvað næst í alla kassana en þú þarf kannski að hafa tikkað við 4 eða 5 af 9 til að skilgreiningin sárafátækt eigi við. Þannig að það maður að hugsa bara, já, ok, þú veist, ég man ekki alla þessa þætti en eins og ein skilgreining þú veist, hvort að það sé hægt að mæta óvæntum útgjöldum, hafi efni á þvottavél, greiðslu, þú veist, ég man ekki alveg hvað það var allt saman akkurat núna, en þetta einmitt svona þættir sem að ef maður vanur einhverju, þú veist, og hefur verið að lifa þannig svo lengi að það bara svona byrjar maður kannski að líta það bara sem normið, bara svona, þú veist, er bara eðlilegt að eiga nýja þvottavél og bara kaupa nýja þvottavél og bara, er það bara eðlilegt, er það bara eitthvað sem fólk gerir og nýjan ískap og ryksu, allt í saman mánuðinum, bara er það hægt og þú veist, ekki á rafgreiðslu og bara að leggja út fyrir þessu bara. Já, nákvæmlega, og þú veist, allir krakkarnir í 66 á norðurúlpum, hvernig er fólk að ná þessu? Þú veist, einhvern veginn, maður fattar þetta ekki, en þú veist, ég var alveg sko, ég er náttúrulega búin að tala þetta bara alla ævi, blogga þetta og núna á Facebook og svona. Já, og bara einhvern veginn, og þú veist, ég alveg, sko, fólk hefur skammað mig fyrir að tala svona mikið peninga og þú veist, sem ég finnst ótrúlega skrítið, en það ótrúlega innbyggt svona gamalt, viðhorfa að það eigi ekki að tala launin sín. Þú átt ekki að tala peninga og ef þú átt ekki neitt þá átt að þegja. Og mér langar svo að breyta þessu. Af því þú veist, það bara, eins og ég segja, og þú veist, fólk sem hefur miklu verð en ég, það bara hræðilegt. Það hræðilegt. Þú veist, maður einhvern veginn. En já, þú veist, svo maður venst einhvern veginn öllu. Þú veist, þú bara, maður verður bara vanur því og ég myndi ekki vita hvað þetta gera við mig ef ég allt einu bara, ég á peninginn á 31. Oh my god, þú veist, hvernig, bara, mér langar að þekka þessa tilfinningu. Að geta hægt að hafa áhyggjur af því, þú veist, hvaða mánaðardagur það að geta gleymt því bara hvaða mánaðardagur það og geta gleymt því að þurfa að, þú veist, fylgjast með heimabokkanum og geta bara nota kortið þegar þú vilt það og ekki bara eitthvað, nú þarf ég að tjekka hvað er mikið eftir og eitthvað svona, sko. Já, bara, og þetta, þú veist, að þurfa, þú veist, þú fer í bónus og þú þarft líka að vera með reiknivél til að leggja saman, af því þú veist, þú átt kannski bara 3.000 kall og ég kannski með dóttur mína og þú veist, þá þarf ég bara geggjað og það var alveg oft þannig þegar ég var í fullri vinnu, sko, og með þessi hæðilegu laun, að þá keypti ég kvöldmatinn og dóttir mín fekk að borða og það var háð í hvort það var afgangur, hvort ég fengi að borða. Þannig að, þú veist, ef það var afgangur, þá fekk ég að borða, ef það var ekki afgangur, þá fekk ég ekki að borða. Og þú veist, manni finnst þetta og bara vera fullari manneskja í vinnu og hvernig áttu ekki að verða þunglyndur? Þetta er bara, en ég meina, þetta er náttúrulega líka bara þetta, þetta hefur svo mikið butterfly effect, skilurðu, að þú veist, fólk verður bara andlega veikt, það hefur ekki peninga, hættir ekki að hugsa sjálft sig, verður þunglynt, kvíðið og guð má vita hvað, fullt af fólki búið fram að sjálfsvíg af því það hefur ekki efni á að lifa. Þetta er bara, ég bara nægir sig ekki. Ég verður svo orðlaus. Finnst þér, þegar þú ert að tala þetta svona opinberlega, finnst þér eins og fólk sé að reyna að veita þér svona ráð, bara eitthvað svona, hefurðu, þú veist, tekka á þessu eða ertu að reyna að leigja ódýrara eða þú veist, svona, þarftu ekki bara að prófa að gera þetta eða hvernig líta matarinnkaupiðin, ertu að kaupa góð, eða þú veist, eitthvað svona reyna að hjálpa manni en svo þegar maður reynir þetta betur þá er það bara svona að tala niður til manns. Þú veist, það virkar svona eins og, mér langar bara að hjálpa, þú veist, við getum gert góða bókhaldi, þú bara, þú veist, ertu með eitthvað svona dæmi eitthvað svona, eða? Já, sko, eina vinkonu sem
öryrki, sko, og við erum alveg rífist, sko, að þú veist, hún var eins og að þetta voru Tryggingastofnun sem tekjutengt og það. Og við höfum alveg, þú veist, lent svona, já, í rimmu yfir þessu. Og það sem ég hef reynt að útskýra fyrir henni að hún í húsnæði sem foreldrar eiga, þannig að hún þarf ekki að borga mjög háa leigu. Hún á ekki barn. Og bara þessi tveir hlutir gera okkar aðstæður svo ótrúlega ólíkar. Og þú veist, henni finnst að fólk sé að væla þegar við erum að tala þessu tekjutengingu. Og þú veist, en þetta bara skilningsleysi. Þetta ekki, þú veist, það ekki verið að dæma, þetta bara skilur ekki. Og þess vegna verðum við að láta í okkur heyra og auðvitað verður mótlæti að fólk sem að skilur þetta ekki og já, mun segja leiðilega hluti en við verðum að tala, við verðum bara að vera opinska með hvernig ástandi hérna. Og svo, þú veist, við gefum okkur út fyrir að velferða þjóðfélag. Hvar velferðin? Þú veist, og bara á þessu litlu eyju, 360.000 og við getum ekki staðið saman og hugsað hvort annað. Ég skil það ekki. Og kannski ég bara svona barnaleg og með eitthvað svona barnalega sýn á heiminn, en ég bara, já, ég skil þetta ekki og ég meina, já, eins og, já, ég nefndi áðan, þú veist, að við vorum að tala saman og byrjuðum að þetta með að lækka hámarkshraðan á götu borgarinnar, sem frábært. Það keyrt og allt og hratt inni og það, ég bara, já, fagna þeirri umræðu. En það mun kosta 300 milljónir á ári. Akkur ekki hægt að nota þessa peninga til að hjálpa fólki? Þetta forgangsröðunin? Og svo þegar maður segir þetta, spyr að þessu, það bara svona computer says no. Það bara þessi peningur eyrnamerktur þessu málaflokki, punktur. Akkur getið þið ekki breytt því? Þið þarna, ég skil ekki. Það var þetta að nota þess að 300 milljónir í svo ótrúlega mikið. Og það svona hlutir, og nú fer ég út á Hálanís. Íslendingar náttúrulega mjög mikið Eurovision þjóð. Það kostar 40 milljónir fyrir okkur að taka þátt í Eurovision. Og það mikið sko einkaframlög sem alveg stórkostlega magnað að fólk bara vil ekki á peningana sín í Eurovision. En hvað ef við myndum sleppa í 1 ár að fara í Eurovision og nota þessar 40 milljónir í eitthvað gott, að gera eitthvað fyrir. Þú veist, það svona hlutir sem maður einhvern veginn, maður bara skilur ekki. Byrjaði að tryggja grunninn, allt sem getur beðið, þú veist, framlega sem tengist ekki hungri, heilbrigði eða, þú veist, sársauka einstaklinga sem hafa ekki farið til tannlæknis í mörg ár eða, þú veist, eitthvað svona. Byrjaði að tryggja grunninn og, þú veist, ég vil meina að hljóta verið til fjármagn, sko, eða væri bara, þú veist, það hægt að lækka laun, til dæmis, ýmis aðila og það hægt að, skattleggja ríkt fólk meira að mínu mati. En, þú veist, byrjaði að tryggja bara grunninn, þú veist, að það sé bara, forgangsatriði og bara ef það ekki tryggt, að þá bara verði önnur verkefni að bíða eða fá fjármagn annars það frá og þá getur við lækkað launin. Já, ég meina það var í fréttunum, þú veist, það var einhver forstjóri sem fekk 370.000 króna launahækkun, meira en ég með á mánuði. Og þú veist, maður einhvern veginn, þú veist, maður skilur þetta bara ekki. Samræmi, en hvað tekjutenging, ertu þá að meina sem tengist á húsnæðisstuðningi eða? Nei, af því að þú veist, að því að vinna þá lækka trygginga, þú veist, örorkulífeyrir svo mikið, af því að hann tekjutengdur, þú veist, og leið og ég að vinna, þá minnkar það og þú veist, og
ég fæ 40.000 á mánuði frá Tryggingastofnun fyrir að vera öryrki. Og svo maður tala það, já, þeir eru nú með þarna afsláttarskírteini. Já, ég fæ 5% afslátt inn í apótekinu, þú veist, í alvöru. Og bara, já, hvernig hugsað verst stöddu hópana þarna og það sem stingur mig mest að það eru börnin. Börnin að gjalda fyrir þetta og geta horft bara upp á það. Maður skilur það ekki. Þetta eru yngstu þegnarnir okkar. Fólki sem að hugsa þau og kenna þeim með 250.000 á mánuði eitthvað álíka. Í alvöru, maður er bara orðlaus. En hvað mér langar að spyrja með húsnæði. Já. Það talaði að húsnæðiskostnaður eigi að vera svona 25% af ráðstöfunartekjum, svona 1/4. Þannig að það sem að maður er með í vasan eftir skatt, að þá fari svona 4/4 af því til að greiða fyrir húsnæði. Það er nú miklu hærra hjá mörgum. Ég veit ekki alveg hvað Kjáni var að segja það. Þetta er bara meiri, en ég meina, þú veist, meiri hlutin af laununum mínum. Þú veist, 180.000. Þetta er bara meiri hlutin af laununum mínum. Og svo fær maður, þú veist, að fá svo leigubætur og þeir eru alltaf að lækka mér af því að ég er svo vel launuð. En þetta er breytilegt, þetta breytilegt, þarna húsnæðisstuðningurinn, þetta er svona breytilegt á milli manna? Já, hann er tekjutengdur. En já, og líka bara varðandi það. Ég skil ekki, akkur er alltaf að tala tekjur fyrir skatt. Það er ekki tekjurnar þínar. Tekjurnar þínar eru það sem fær eftir skattin. Þú veist, ég er bara ekki nógu pólitísk eða eitthvað til að skilja þetta. En þú veist, ég skil akkur er alltaf að tala þetta. Fólk er ekkert með það í tekjur. Akkur er þetta að reikna frá þessum upphæðum. Þú veist, ef ég væri með þar sem að ég fæ fyrir skatt, þá bara væri ég ekki að tala við þig, þú veist. Einhvern veginn, og þú veist, og þetta er bara eitthvað svona, og alltaf hann vill ræða hlutina, eitthvað svona, þú veist, þá er þetta bara svo ótrúlega orðið svo einhvern veginn innbyggt í fólk og inngróið, þetta er bara alltaf verið svona, og þá bara þurfum við ekki að tala það. Brúttó og nettó og maður er bara að fatta hvað þetta þýðir og þetta nettó, ég fyrir alltaf þessum búðina, ég fyrir nettó. Nei, nákvæmlega, ég veit það, þetta er bara, þú veist, og þetta munurinn á hvað stéttarfélagi fólk er í og hvað launa fær, maður skilur það ekki heldur, þú veist, og já, og bara, mér finnst þetta svo, og mér langar svo, sko, ég er oft að gæla við það að fara á þing, sko, að bara, en ég er bara ekki með nógu breitt bak til að taka við öllum skítnum sem að maður fengi yfir sig. Og ég meina fólk eins og þú veist, þetta er bara aðdánavert að vera tilbúin að taka hennan slag og þú veist, og ég meina að geta höndla það sem fólk er að segja þig og við þig, skilurðu. Þannig að þú veist, það er alltaf bara, já, mér finnst það mjög aðdánavert og mér langar rosa mikið að fara á þing og reyna að taka þátt í að bæta samfélagið okkar. Þannig að við getum öll lifað vel. Og ég meina, og þessi stéttaskipting, þú veist, að þessi stéttaskipting, að þetta orð sé til, er bara ótrúlegt. Og þetta er náttúrulega bara breyka hérna. Og fólk bara talar stéttaskiptingu eins og, þú veist, ég veit það ekki, tala veðrið eða eitthvað. Og þetta sé bara eðlilegt. Þetta er ekki eðlilegt. Þannig að, já. En ef við tölum svona lausnir, þá væri væntanlega að hækka lægstu laun. Já. Og tengja kannski, þú veist, þannig að hæstu laun ráðafólk sé einhverju tengstum við lægstu laun og líka forstjóra. Þannig að þú veist, forstjórar geti aldrei, þú veist, hækkað
þú veist, þannig að launahækkun þeirra geta aldrei verið hærri en lágmarkslaun til dæmis eða eitthvað þannig. Já. Og kannski eitthvað svona, þú veist, með tekjutengingar, þetta er aðeins meira svona skýrara, ekki bara eitthvað, þú veist, já, í þessum mánuði breyttist svona, í næsta mánuði svona, út af því ég kannski treysti mig til að vinna smá hérna, þá er þetta allt í einu bara eitthvað. Og svo náttúrulega með börn og svona frístundaþáttaka, það er eitthvað sem að maður er mikið verið að spá í, sko. Já, bara, og að þú veist, að fólk, að börn njóti ekki sömu kjara og réttinda og önnur börn af því að foreldrar eru að eiga ekki pening. Þú veist, það á ekkert að vera svona, hvernig þessi framkoma og hjálpa ekki fólki meira. Þú veist, og já, þess að ég var að segja, voru að tala um það upptöku með Ölver, sumbunar, já. Þú veist, maður einhvern veginn, maður hefur bara ekki efna og það er svo sárt og það tekur á að geta ekki gefið börnunum sínum svona hluti. Já, núna var ríkið að kynna eitthvað til tekjulágra foreldra, einhver 45.000 króna styrkur í COVID, ef að foreldrar eru undir einhverjum mörkum, en þá þarfst að leggja út, þú veist, þú þarfst að greiða sína kvittun til að fá styrkin. Já. Og þá færðu alveg styrkin alveg, bara þú færðu þetta strax eða lagt inn á þig, en þú veist, það er ekkert allir sem eiga endilega 45.000 krónur. Þú veist, mörgum finnst alveg erfitt einhvern veginn að trúa þessu, bara, getur ekki þetta 45.000 og færðu þetta síðan strax aftur greitt. En þannig er bara fólk á ekki endilega 45.000 krónur inn á reikningunum sínum. Nei, nákvæmlega, og þetta er einmitt að þurfa að leggja út fyrir, þú veist, ég lenti í því að brotna gleraugu mínu vinnunni. Og maður fær það bætt, en ég þurfti samt náttúrulega að leggja út fyrir og bíða í mánuð eftir endurborguninni og þetta voru 57.000 krónur og svo, þú veist, svo átti ég rosa fín ný gleraugu en ég átti ekki pening til að borða, þú veist, og fekk þetta svo borga, þú veist, næstu mánaðamót, skilurðu, og þú veist, einhvern veginn maður, að fólk þurfa alltaf, já, þetta, þú veist, já. Og mér fannst það líka bara þetta að fólk eigi að geta lagt út fyrir hlutan því það er bara ekki alltaf í boði fólk og þú ert ekki að biðja einhvern styrk ef að þú getur lagt út fyrir honum sjálfur, ég skil ekki. Já, það kostar pening að fá pening og kannski aðeins út fyrir efnið, við hefum ekkert verið að ræða það en ég var einmitt að bara rifja upp og ég bara opinbera það hér með í þessum þætti að ég hef tekið smálán til að greiða smálán. Ég stundum bara staðan þannig hjá fólki, það hefur gerst, ég veit það er alls ekkert sniðugt en stundum bara staðan þannig að maður á ekki pening til að greiða smálánið og maður vill ekki komast í vanskil með smálán 1 þannig að maður tekur smálán 2 til að greiða smálán 1 þannig að svona er staðan stundum hjá fólki. Ég veit það. Og þetta er bara það apparat en náttúrulega bara þetta er verið að nýta sér neyð fólk, þetta er svo ógeðslegt og ég meina svo það kom þarna var eitthvað fyrirtæki sem keypti allt þarna frá 1919 og Múla eða hvað þetta hét og svo bara fekk ég bara post og e-mail bara halló, þú ert að borga okkur 300.000 og bara gjörðu svo vel, þetta er komið inn á heimabankaðinn og maður var bara, er þetta bara hægt? Og þú veist, ég get ekki borgað þetta, en sem betur fyrir náttúrulega var til umræðu þetta og þetta er ekki löglegt, þetta er bara ekki hægt. En þú veist, það var fullt af fólki sem hljóp til og bara, og borgaði þetta. Og þetta voru ólöglegar innheimtur, þú veist, það voru einhverjir skattar og eitthvað sem átti að vera löngu bara fallið niður. Já, en þú veist, manni finnst bara, mér finnst niðurlægjandi að viðurkenna fyrir fólk að ég hafi tekið smálán. Mér finnst bara ógeðslega niðurlægjandi. Þannig að, en sama skapi, sko, mér finnst mín staða í dag ekkert vera niðurlægjandi. Þú veist, ég vil bara að við gerum eitthvað í þessu. Og ég held alveg að saman getum við gert það, en það þarf að skoða vinnubrögðin á Alþingi og hugsunarháttinn hjá fólkinu þar. Þetta er að kynna sér betur aðstæður. Ég meina, það eigi ekki að vera til
hlutir eins og mæðrastyrksnefnd eða samhjálp, þetta á ekki að vera til. Þetta bara meðvirkni að búa til fólk að bara geta lifað. Og þetta bara svona eitthvað að stjórnvöldin bara finnast þetta í lagi. Að fólk, þau þurfa að standa í röð eftir mat. Maður bara, þetta bara ótrúlegt. Ég held að maður sé að gera helling með því að einmitt bara stíga fram og lýsa veruleikanum eins og hann og bara, þetta ekkert til að skamma sig fyrir. Þú veist, skömmin ekki hjá fólki sem að gerir allt sem það getur til að einmitt bara brauðfæða sig og börnin sín. Og þú veist, ég borga alltaf reikningana mín á réttum tíma, ég borga leiguna alltaf á réttum tíma og þú veist, og stendur skilum, en þú veist, það kostar líka bara það ég á ekki peninga. Og ég þú veist, að tala lækniskostnað og svoleiðis, þú veist, og tannlækni, ég svo sjúklega heppin að tannlækni minn skilur mín aðstæður, þannig ég þarf bara að borga alltaf í hlutum. Og en eins og með lækana, þú veist, ég get ekki, ég með geðsjúkdóm, ég get ekki leyft mér að vera hjá sálfræðingi, af því ég hef ekki efni á því. Og þú veist, og einhvern veginn þetta, fólk ekki vill laga sig, maður vill vera mætur þegn og leggja sitt að mörkum til samfélagsins en maður hefur ekki efni á að lækna sig. Hvernig á ég þá að, ég veit ekki, og bara með lyfjakostnaðinn, skilurðu, þú veist, tryggingar, sko, það hægt að fá svona lyfjakostnaðarstyrk hjá Tryggingastofnun. Og það eru fullt af svona litlum hlutum, en þau segja þetta ekki. Ég heyrði þetta bara frá vinum mínum og þú getur sótt heimilisuppbót og síðan, og þau segja mann ekki neitt og þá kemst maður bara að því í gegnum fólk bara, það er lyfjastyrkur. En ég sótt hann fyrir 2 vikum og ég hef ekki heyrt neitt frá þeim, skilurðu. Því ég þarf að kaupa lyf í hverju mánuði. Og ég er ekkert á einu lyfi, ég er á mörgum lyfjum og bara, og maður þurfa að setja heilsuna sína í aftursæti, það er bara að vera að búa til veikt fólk hérna, það er það sem við erum að gera og það á ekki að vera þannig, maður bara, Það alls ekki að vera þannig. Ég vissum við getum alveg haldið bara áfram og áfram, en Ég á eftir þegar við erum búin að segja bless þá eftir að muna alveg fullt örugglega. Við kannski fáum þig bara aftur síðar. Já, bara en þá ætlum ég að taka niður punkta þannig að vera svona skipulagðar í þessu. Því þú veist, maður hefur svo mikið að segja, maður að hugsa svo mikið að það er bara einhvern veginn allt í kringum, skilurðu. En bara fyrst og fremst, þá bara langar mig til að fólkið á Alþingi sem við erum að borga launin hugsi okkur öll og forgangsraði. Bara, það er eina sem við biðum. Nákvæmlega, mjög góð lokaorð. Takk kærlega fyrir, Tinna. Sömuleiðis. Þetta var Hin Reykjavík. Takk fyrir.